Þá er komið að 5. lagið á dagskrá, hreinsun átak í Bæjarlandinu, til máls tekur bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ákvað að biðja umræðum þetta sérstaka átak til að vekja athygli á því en umræðir átaksverkefni skipulagssviðs og heilbrigðiseftirlits Norðurlands tiltekt á iðnaðar- og athafnalóðum. Samkvæmt tímalínu verður sent út bréf til lóðarhafa eftir páska en þar segir meðal annars, með leyfi forseta, Akureyrarbær hvetur lóðarhafa, iðnaðar- og athafnalóða til að fara í tiltekt á vordögum. Þetta gildir jafnt muni á lóðum, á lóðamörkum og utan lóða. Samhliða eru allir hvattir til að sækja stöðuleyfi fyrir gáma. Í framhaldinu verður svo teknar loftmyndir fyrir og eftir og fari í frekari aðgerðir ekki brugðust við vinsamlegri hvatningu frá bænum og hér reynir á að við stöndum saman og sýnum festu. Eins mikilvægt að við göngum á undan með góðu fordæmi og förum í tiltekt á okkar eigin lóðum og þær stofnanir og félagasamtök sem heyra að einhverju leyti undir Akureyrarbæ gerir það einnig. Sækjum leyfi fyrir gáma og aðra lausamuni. Mér finnst tilefni til að gera dálítið mikið úr þessu. Við kynnum átakið vel og förum svo í allsherjar vor átak í bænum og hvetjum íbúa til þáttöku. Hægt væri til dæmis að nota stóra plokkdaginn sem 27. apríl sem upphaf af þeirri vinnu. Þetta vinna sem ætti að taka föstum tökum og væri kannski pínu þeirra framlag í þessu átaki. Hægt væri að hvetja fyrirtæki til að halda fjölskyldudag þar sem tekið til og svo gert sig glaðan dag á eftir, til dæmis grillað ofan í mannskapinn. Við getum til dæmis auglýst að hægt væri að fá lánaðar frítt plokkstangir á amtinu til að nota á svona degi. Þetta getum við að minnstakosti gert í okkar stofnunum. Reyna bara að gera eitthvað skemmtilegt úr þessu og ég hef tekið eftir að tóka eftir fyrir einhverjum árum að Norðurorka gerði einmitt þetta, var með svona fjölskyldudag þar sem við komum saman og tíndum rusl og gera sér svo glaðan dag. Við getum líka hvatt til fyrirtækja keppni í hverju plokka mest, skila mestu rusli í hreinsunagáma eða hafa fyrir og eftir ljósmyndakeppni af lóðum fyrirtækja. Reyna bara að hvetja með jákvæðni og hafa jákvæða hvatningu. Annars ætla ég ekki að hafa þetta lengra, langaði bara að hvetja ykkur til dáða og senda high five á skipulagssvið fyrir að starta þessari vinnu. Og að lokum leggja fram bókum fyrir hönd bæjarstjórnar. Bæjarstjórn fagnar átaksverkefni skipulagssviðs og heilbrigðiseftirlits Norðurlands tiltekt á iðnaðar- og athafnalóðum og hvetur bæjarbúa og fyrirtæki til þáttöku. Eins leggur bæjarstjórn áherslu á að Akureyrarbær og félagasamtök sem með rekstrarsamningu við Akureyrarbæ gangi á undan með góðu fordæmi. Mikilvægt að átaksverkefni verði vel kynnt og að samhliða verði gert óvenju mikið úr árlegri vorhreinsun Akureyrarbæjar og bæjarbúar hvattir til þáttöku. Umræðum að taka aftur upp umhverfisverðlaun Akureyrarbæjar verði síðan vísa til umhverfis- og mannvirkjaráðs. Takk fyrir. Og bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir lokið máli sínu, orðið laust. Næst eftir máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara þakka bæjarfulltrúa Sunnu Hlín fyrir að vekja máls á þessu og vekja athygli á þessu og bara með þá örlitlu viðbót að ég held að það sé nokkuð víða bæinn þar sem að væri hægt að ganga betur frá lóðamörkum og sem að þyrfti þá að vera, ég ekki að meina skipulagslega, heldur bara svona með hellum eða grasi og þess áttar, framkvæmd á frágangi og ég tók eftir því til dæmis þegar ég átti leið Goðanes á dögunum að þar að hrynja einhverjum úr köntum inn á malbikaða gangstétt og þetta þarf ekki að vera svona og getur örugglega orðið miklu snyrtilegra bara með smá samvinnu bæjarins og svo viðkomandi lóðarhafa og hjálpa til að bæta ásýndina og lyfta metnaðinum í leiðinni. Takk. Og bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, næst eftir máls bæjarfulltrúi Finnur Aðalbjörnsson.
Virðulegi forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Nú er ég komin upp í annað skipti, sko. Ég ætla bara að lýsa mikilli ánægju með þetta framtak skipulagsviðs Akureyrarbæjar tiltekt á athafnasvæðum og hjá fyrirtækjum. Sjálfur er ég í fyrirtækjarekstri og hef ekkert alltaf verið vinsæll sem sagt hjá bæði skipulagsdeild og umhverfis já og bærinn vill frá alla þjónustu frá okkur sem erum í þessum verktaka geira sem ég starfa í en við megum eiginlega hvergi vera. Til dæmis get ég sagt ykkur það, þú veist, ég á 94 skoðanaskild tæki sem ég þjónusta ykkur allt árið kring, en ég má eiginlega hvergi vera með þetta. Ég hef haft ágætis svona samstarf við Pétur skipulagsfulltrúa svæði, en það eru bara miklu fleiri heldur ég sem erum í þessum vanda. Þannig að ég ætla að hvet bæinn til að koma með einhverja úrlausn fyrir okkur sem við getum einhvers staðar verið. Ég er með megnið að minni starfsemi yfir í Vargjá af því að ég hef ekki pláss fyrir þetta hérna á mínu vinnustað. Þannig að mér líst rosalega vel að taka líka svona til og ég held að bærinn megi bara herða sig kannski bara aðeins í því. Taka númerslausa bíla allan bæ og ég veit þetta er búið að vera heit umræða hérna. Það þarf að, ef það gengur ekki þá á bara að breyta þessu lögum bæjarins, þá bara að taka þessa bíla og fara bara með þetta. Eða kerrur eða ónýtar hestakerrur eða bara alls konar drasl. Bárinn að bara fá að taka þetta. Ef það þarf að breyta þessu lögum þá bara að gera það. Þetta er allstaðar út í heimi, allstaðar. Þú getur ekki gengið bæjarfélagið eins og þér hentar. Takk fyrir mig. Það er bæjarfulltrúi Finnur Albjörnsson lokimál sinni, næst tekur máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Sunnu Hlín ekki bara fyrir að vekja athygli á þessu máli í dag, heldur að hún hefur verið óþrjótandi í þessu máli frá upphafi setu sinna bæði bæjarstjórn og síðan í nefndastörfum þar á undan. Þannig að ég held að vinnan sem er farin á stað núna sé að mjög mörgu leyti henni að þakka og ég held að það sé gott að hafa það í huga. Þetta verður ekkert verið endilega mitt sérstaka áhugasvið, en ég heyri það mjög vel í bæjarbúum að bæjarbúum þykir alveg ofboðslega vænt bæjar sinn, langar til hans sé ofboðslega fallegur, ofboðslega snyrtilegur og ég heyri stundum fólk fara hreinlega á límingunum yfir hlutum sem snúast umgengni eða jafnvel eitthvað sem að mér þykir stundum vera smáatriði en er greinilega mikill vilji til. Við höfum hins vegar einmitt í umhverfis- og mannvirkjaráði rætt ýmsa valmöguleika, meðal annars geymslusvæði, annars vegar þá fyrir ef að einhvern tímann finnst lagalegur grundvöllur og leið til þess að fjarlægja meðal annars þá það sem á að vera á bæjarlandinu sem að væri óskandi að væri jafn einfalt og bæjarfulltrúi Finnur var að nefna þetta rétt á undan vegna þess að ég hélt það að þetta þyrfti ekki að vera svona flókið mál en að sjálfsögðu eru ýmis stjórnsýslulög og slíkt sem við viljum auðvitað séu virt í því samhengi. En það sem langaði kannski einna helst að koma upp og skemmtilegt að bæjarfulltrúi Finnur sé á fundunum og hafa farið upp á undan er að mér þykir okkur í fyrsta lagi þetta að það skiptir ofboðslega miklu máli að Akureyrarbær fari á undan með góðu fordæmi og þau félagasamtök sem að við stöndum á baki við. Mér skipta líka miklu máli að gera þetta með jákvæðum hætti en þó ákveðnum, svona millileiðinni. Og það sem ég hefði gjarnan vilja við myndum gera væri að halda samráðsfund með einmitt fulltrúum í fyrirtækjarekstri í bænum til þess að afla okkur aðeins meiri upplýsinga og tilfinninga fyrir því hvað fyrirtækin þurfa. Því að eins og kannski bæjarfulltrúi Finnur var að nefna þá getur fólk verið að rekast á ýmsar áskoranir jafnvel þó að viljinn sé fyrir hendi
og ég held að væri hollt og gott bæði fyrir okkur sem bæjarfulltrúa sem og starfsfólk okkar að fá að heyra betur hvað það og hvernig við gætum í samstarfi og samvinnu nálgast þá lausn að hafa Akureyri, einfallega bara fallegasta bæ landsins, jafnvel heimsins, ef við viljum vera alveg crazy, en sem mér finnst hann alveg hafa bara fullt tilefni til. Ég bara dýrkennan bæ, hann fallegur og við viljum hafa hann einhvern veginn gróðusælan og hreinan og þess aftar, en einmitt að það þarf líka einhvern veginn að reka fyrirtæki og fyrirtækin þurfa að hafa þá aðstöðu sem þarf til, en þau mögulega þurfa að borga þá fyrir það, einhverja aðstöðu og þá þurfum við bara að eiga það samtal og reyna að finna svolítið út úr því í góðu vegna að ég held að ef að við gerum það, þá séum við líklegri til árangus og líklegri til að skilja þarfirnar og finna sanngjarna lendingu. Þannig að ég vona að við göngum að stað með góðu fordæmi, ég hef trúið því að umhverfis og mannvirkjar og þetta var rætt þar innandir að væri mikill vilji til þáttöku í umhverfis átaki, það var rætt meðalans líka að vera í góðu samstarfi við kynningafulltrúa, sveitafélagsins og hvernig við gætum náða að búa til einhverja stemmingu, en ég held að væri ekki síður jákvætt fyrir okkur ef við myndum hreinlega bara blása til fundar og spjalla við fólk og sérstaklega atvinnurekendur hvernig hægt væri að nálgast þetta markmið en betra, hvað þyrfti til, hvernig gætum við útfært það og hvernig þannig að það væri bæði sanngjarnt og frábært á öllu leyti. Ég lít líka þannig á að við erum eftir því að með við þá kynningu sem við fengum inn í umhverfis- og mannvirkjaráði, það fannst mér hún mjög fagleg. Mér líður eins og við séum með starfsfólk sem muni geta fylgt þessu vel eftir. Mér fannst áætlunin raunhæf, svona að því að það hætt við því þegar fólk vera stað í of miklu óðagoti og svona að vorhengitingin endi í einhverju dramakasti milli fólks sem algjör óþarfi og en samtalið oft alveg ótrúlega heppilegt til þess að nálgast vegna sem ég ímynda mér að það séu langflestir sem að ef þeir eru ekki hreinlega mjög viljur til þess og vilja hafa bæinn mjög snyrtilega, þá minnstakosti eru þeir alveg til í að standa ekki í vegi fyrir því. Þannig að samtalið gæti verið æskilegt. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir í lokamáli sínu, næst tekti máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þakka hlý orð bæjarfulltrúa Hildu mitt eitthvað áhugamáls, ég veit ekki, var það á einhverju tímapunkti, en bara gott að bæjarfulltrúi Finnur kemur inn á einhvers staðar þar dótið að vera og það líka eitthvað sem ég sérstaklega tala fyrir og lagði fram tillögu inn á skipulagsráði að fara í samtal við þá fyrirtæki eigendur sem ættu í vandræðum með sín tækjatól, að því við værum ekkert án þessara verktaka, við værum ekkert án þessara fyrirtækja, en einhvers staðar þurfa þau að geyma tæki sín og tól og lagði fram þá til að það samtal tekið og hvort það væri þá grundvöldu fyrir sameiginlegu geymslusvæði sem fyrirtæki myndu leigja aðstöðu að. Til leiðrétti mig ef ég farin með rangt mál, en ég held að sá fundur hafi ekki farið fram. Það var líka samþykkt að setja inn á starfsáætlun og skipulagsráði að koma og skoða að koma upp svona svæði. Samþykkt að biðja lóð fyrir svona svæði, en einhverju hluta vegna þá fannst meirihlutanum þetta bara ekki góð hugmynd og sneri þeirri ákvörðun, en ég held að við þurfum bara, þetta það sem að fyrst og fremst við þurfum að taka á og það sem að að bætast í kannski, ég ætla ekki að segja rusli, heldur bara tæki sem til dæmis að hlaðast upp á lóðum, óbyggðum lóðum Akureyrarbæjar, eru fyrirtæki sem eru í vandræði með sín tækjatól og það heldur ekkert sérstaklega umhverfisvænt að það sé verið að keyra með þessi tækjatól í önnur sveitafélög. Og ég átti til dæmis gott samtal við fyrirtæki fyrir áramót sem að segist það bara verið að leita bara lengi eftir einhverju ásættanlegu stað og það náttúrulega líka bara þannig að kaupa sér vera með fyrirtæki sem stækkar og vera með eitt bíl í iðnaðarbíli að það segir sér sjálft að það bara ekkert nóg. Þannig að ég ætla bara að halda áfram að berjast fyrir því að við skoðum svona geymslusvæði og ef að fyrirtæki eru jákvæð fyrir því að nýta það, þá held ég að þau myndu bara bæta brag bæjarins bara mjög mikið.
Já, varðandi Akureybæ, ég ætlaði ekki sérstaklega að koma inn á það, en hérna bæjarfulltrúi Finnur kom inn á það, þannig ég ætla aðeins að bæta það bara við það og með bílhræin, það eru til dæmis 2 bílhræ á hérna fyrir utan umhverfismiðstöðun okkar og búin að vera þar lengi og tjaldvagn og eitthvað svona dót. Við verðum að ganga undan með góðu fordæmi og hérna og taka þess til hjá okkur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jónsdóttir loki máli sinni og orðið er list. Næst til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, það er í bæjarfulltrúi, ég ætla nú bara að standa hérna upp, mér finnst nú óþarfi að vera alltaf þakkandi fólki, en ég vil gera þá breytingu að þakka Sunnu Hlín fyrir báðar hennar ræður og ítrekka það og undirstreka það sem hún sagði núna í seinni ræðunni og ég tók þátt í að samþykja að það yrði, og það var meira sem búið að velja staðinn fyrir svæði þar sem mátti leigja og leggja tækjum og tólum. Síðan veit ég ekkert hvað gerðist, nema hvað að ég heyri þá skýringu einhvers staðar þegar þetta mál kafnaði að þetta væri ekki eitt af skylduverkum bæjarins að útvega slíkt svæði fyrir fyrirtæki bæjarins að geyma sín tæki á. Og þar með, þetta var það sem ég heyrði og þar með var hugmyndin slegin út af borðinu einhvers staðar og einhvern veginn, sem ég veit ekki hvernig var. En hugmyndin finnst mér afskaplega góð og þess vegna vil ég halda áfram að þakka bæjarfulltrúa Finni fyrir að standa hér upp og brýna okkur til þess að taka þetta upp aftur. Mér finnst þótt að það standi ekki einhvers staðar í einhverjum reglum og lögum fyrir bæinn að þetta sé ekki á verksviði bæjar yfirvalda að útvega slíkt svæði að þá engu að síður þá hljótu að sjá að þetta þjónar hagsmunum bæjarbúa bæjarins mjög vel og eins og þetta var lagt upp fyrir okkur í einhverjum 2 nefndum allavega að þá virtist manni að þetta gæti jafnvel, nú talar ekki talnaglöggumaður, þetta gæti jafnvel staðið undir sér, leigan og það yrði markmið, þannig að takk Finnur fyrir að brýna okkur til dáða og ég veit að við munum taka orðin mjög bókstaflega og innan tíðar þá munum við finna slík svæði, við vitum hvað það er reyndar, hafa búið að finna það og við munum útbúa og gera fínt og leigi ykkur þetta dýrum dómum. Takk. Það er bæjarfulltrúi Jón Hjaltason loki máli sinni og orðið er laust. Það byrja að varaforseta að taka við stjórnum, gefa mér orðið. Forseti ágæti bæjarfulltrúi, ég ætla líkt og bara aðrir að þakka bæjarfulltrúa Sunnu Hlín fyrir að setja þetta mál á dagskrá hennar Elju í bara þessum málum. Hún hefur nefnt þetta á fleiri en 1 og 2 og 3 fundum inn í skipulagsráði og heldur þessu máli sannarlega á lofti og bara gott fyrir okkur að það er einhver svona áhuga manneskja og hefur gert þetta áhuga málinu sínu. Ég held að við séum hins vegar allt sammála að þetta er eitthvað, þetta er þarft þar að segja að taka til og við klórum okkur öll held ég í hausnum yfir því að við skulum ekki geta tekið þessi bílhræ út allt eða hvað það er og bara tekið þetta og henda þessu þó við gerðum það bara sjálf en við megum það ekki. Og það er alls konar svona eitthvað sem að, stoppar okkur í þessum verkum og ég hérna er með ásamt skipulagsfulltrúa að skoða aðeins að garfi því hvaða leiðir eru færar og ef það eru einhverjar, hvort við getum þá allavega hvernig við hafa áhrif á til þess að við getum gert, þar að segja sett okkur strangari skilyrði og maður velti fyrir sig þegar maður fer til dæmis erlendis og bara í stórborgir, það sem er nú bara fullt af alls konar starfsemi. Þú sérð ekki gáma og þú sérð ekki bílhræ. Skilur þetta, af hverju er þetta hægt í þessum löndum? Það getur ekki verið að því að þeir séu bundnir einhverjum öðrum lögum en við. Það bara er ekki svoleiðis. Við getum ekki verið að setja okkur einhvern veginn erfiðari umgjörð í þessum efnum. En að því sögðu, við erum ekki búin að finna lausnina en við komum til með að finna hana. Þegar við vorum að ræða þessi svæði fyrir bíla eins og bæjarfulltrúar hafa komið inn í bæði Sunna og Jón inn á að bærin skaffaði svæði þar sem að stoppaði, þá ætlum ég nú bara kannski að tala bara aðeins fyrir mig var það að þetta einmitt
stóð ekki alveg undir sér. Það að segja kostnaðurinn við eins og var verið að tala að gera þetta var það mikill að við allavega vildum staldra við. Okkur stætt á því að bænum að niðurgreiða fyrir einhver fyrirtæki eða einhver fyrirtæki tilbúin að leigja á morðfjár eins og bæjarfulltrúi Jón kom inn á. Þetta þarf að vera að því að það stóð í einhverju bókun minni mig hóflegu gjaldi og það þarf að vera þannig að það sé áhugi fyrir að leigja þá aðstæðu sem komið upp og bærin fari ekki að koma sér upp aðstöðu sem að nýtist síðan ekki. Þetta ekki dottið út af borðinu, þetta var hins vegar bara svona aðeins sett á hold, skoðum þetta aðeins betur, lagalheiður hliðina, jafnræðis og svo framvegis vegna þess að það eru þetta líka einhver fyrirtæki sem að fá útlitað bara lóð og undir sín tæki og ég veit að bæjarfulltrúi Finnur meðal annars með eina ef ekki 2 slíkar lóðir sem að undir 3 voru 2 en allavega þannig að það þarf líka að huga alls konar svona þáttum og þetta var það sem var verið að skoða aðeins að því að við vorum einhvern veginn kappsum og áhugasum að gera eitthvað og þetta myndi leysa málin síðan hefur komið tók umhverfis og mannvirkjasvið sér til og var að reyna að leysa mál með bílhræin og útvega meðal annars stað til þess að koma öllu fyrir og átt að vera tímabundið og við ætlum að finna síðan einhverju lausn. Það virðist síðan ekki vera að ganga eftir eins og okkur kannski óttuðumst eða sum okkar allavega óttuðumst að myndi ekki ganga. En allavega við þurfum að skoða það betur, það á ekki að vera þarna á þessum stað, við vitum hvað við erum að tala til framtíðar. Þannig að það er mörg verk að vinna en hvað þetta átaksverkefni sem við ætlum að fara í sem við komum okkur að því efni þá ætla ég bara að taka undir með öðrum bæjarfulltrúum að fagna því að við séum þá allavega farin að hefja þetta fara í svona átak, vinna þetta á jákvæðum nótum, fá fólki með okkur og ég ætla að koma sérstaklega upp hérna til þess að segja að í byrjun maí verður að öllum aðilum send bréf, það eru öllum fyrirtækjum sem eiga lóðir hér í bæ og hvert til þess að taka þátt og svo verður þá umræðinni eins og bæjarfulltrúi Sunna kom hérna inn með bókunni sinni, vísa til umhverfis og mannvirkjaráðs hvort að eigi að taka endurvekja einhvers konar eða búa til umhverfisvelun eða hvernig væri hægt að hvetja íbúa enn frekar til dáða. Takk. Þá eru orðið laust, næst til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú kannski ekki að lengja þessu umræðu en einhvers ég get nú ekki annað en samt brugðist við þessar umræðu geymslusvæði. Af því að ég satt nú einmitt þennan sama fund og bæjarfulltrúi Jón Hjaltason var að tala Þar var í fyrsta lagi ekki samþykkt annað en að sækja lóð og við fólum suðurstjóra að leggja fram kostnaðarmat vegna verkefnisins. Í umræðunni var rætt að setja fram einhverja sviðsmyndir, annars vegar að þetta yrði einkaframkvæmd sem bara eitthvað fyrirtæki gæti í rauninni það sem umhverfis- og mannvirkjaráð vildi gera var að tryggja sér lóðina. Alveg eins og bæjarfulltrúi Halla nefndi áðan, maður getur skipulagt og tekið frá svæði og síðan kemur í ljós hvort og maður gerir nákvæmlega það sem maður ætlaði sér með það, þannig að þarna var umhverfis- og mannvirkjaráð ekki að taka ákvörðun það að fara í eina framkvæmd. Og ef að bæjarfulltrúi Hallabjörg hefur kostnaðarútreikninga á þessu umrædda geymslusvæði, þá væri nú áhugavert fyrir okkur að fá að sjá þá, vegna þess að það var nú einfaldlega það sem við vorum að biðja Það var í fyrsta lagi að fá að taka frá lóðina og sviðsmyndagreiningu á hvað það gæti kostað annars vegar á vegum sveitafélagsins og hins vegar sem einkaframkvæmd. Það sem gerðist síðan inni við fengum þær óljósu upplýsingar að þetta hefði verið stoppað inn í kerfinu og í rauninni liðu nokkru mánuðir þangað til á endanum ákvörðunni var tekin tilbaka. Það að segja eina ákvörðunni sem lá fyrir var að taka frá þetta svæði því það verið heppilegt. Hinn var að fá fram kostnaðarmatið. Þannig að ég spyr bara bæjarfulltrúa Höllu Reynisdóttur sem talaði að þessi kostnaður væri og mikill fyrir sveitafélagi. Þess slík kostnaðargreining þá til og ef svo megum við sjá hana?
Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sinni til að biðja varaforst að taka við stjórnum og gefa mér orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar að því að spyrir svona þá sagði ég bara nei, hún er ekki til. En það er auðvitað til gróft mat á því og það hefur örugglega komið fram á þessum fundið sem ég reyndar satt ekki og veit ekki hvað fór fram á. Að þá getur held ég sviðstjóri og alveg nefnt einhverja tölur í þeim efnum þó að kostnaðarmat hafi ekki verið gert. Takk fyrir það. Næst ekkert máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það var einmitt þannig að sviðstjóri treysti sér ekki til að setja fram kostnaðarmat vegna þess hversu mismunandi útgáfur gæti orðið á því og taldi sig þurfa að fara í vinnu til þess að gera það. Og það var einfallega svo vinna sem við vorum að óska eftir vegna þess að liggur ekki fyrir kostnaðarmat. Það voru óljósar hugmyndir þetta gæti orðið sjálfbært. Það voru aðrar hugmyndir hvort að sveitafélag ætti að reka slíkt sem voru umdeilt. Eina sem var ekkert sérstaklega umdeilt inn í umhverfis- og mannvirkjaráði var að það gæti verið æskilegt að hafa slíkt svæði. Bæði til þess að færa inn dót sem þyrfti að færa og veita þá þeim sem í fyrirtækjarekstri svæði til þess að leigja ef þeir þurfa til þess að geyma hluti. Þannig að ég skal alveg segja fyrir minn smekk að við fengum ekki þessar upplýsingar, það var ekki hægt að fára þær, við samþyktum þessa bókun, hún var tekin tilbaka og mér finnst það mjög sérkennilegt að það hefði ekki verið hægt að gera að minnstakosti gróft kostnaðarmat út frá tveimur ólíkum sviðsmyndum. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sinni, orðið er laust, sem fleiri á ekki hvað sé hljós, þá segi þessar umræði lokið þannan lið og þess að geta samþykkt bókunna sem bæjarfulltrúi Sunna Hlín las upp hér fyrst á fundinum, gefmerki, það er öll.